Á Norðurlandi vestra eru fjölmargir frumkvöðlar í hinum ýmsu greinum. Til að vekja athygli á starfi frumkvöðlanna hafa Skotta kvikmyndafélag og Feykir framleitt þættina Fyrirmyndar frumkvöðlar þar sem farið yfir starfsemi fyrirtækja allt frá hugmynd til framleiðslu. Þáttastjórnendur eru Berglind Þorsteinsdóttir og Kristín Einarsdóttir en Árni Gunnarsson sér upptökur og eftirvinnslu. Þetta samstarfsverkefni Feykis og Skottu kvikmyndafélags og það var upprunalega Árni sem kom með þessa hugmynd til okkar og okkur leist bara svona skínandi vel á að við erum náttúrulega fyrst og fremst blaðasnápar hjá Feyki en höfum verið með á feiki.is svona alls konar myndræmur sem eru í raun og veru miklu smærri smíðum heldur en þetta sem við erum að gera núna en okkur fannst það spennandi að fjalla frumkvöðlastarf á Norðurlandi vestra og það er náttúrulega mikið í gangi og við óskuðum eftir ábendingum og höfum svona, unnið úr þeim og bættið sjálf og erum að fjalla þessa 6 aðila. En kannski Árni segja hans frá uppruna hugmyndarinnar. Já, við vildum í raun og veru okkar fannst umræðan dálítið einsleit á köflum svona. Við vildum draga fram það sem væri skemmtilegt og nýstálegt og kannski að hjálpa þeim í leiðinni sem að fara af stað með nýsköpunarhugmyndir og reyna að gera business úr því eða sem sagt að láta viðskiptahugmynd verða fyrirtæki. Og svo þegar við fórum að auglýsa eftir þessu og horfa í kringum okkur þá sáum við að það var alveg ótrúlega mikið af svona litlum aðilum sem voru að gera mjög forvitnilega og skemmtilega hluti. Svo líka var þetta svona tilraun hjá okkur að vinna saman. Þær eru náttúrulega blaðamenn og í fréttaöflun. Ég svo sem hefur reynslu á því líka en það er alltaf gaman að prófa hvort maður getur unnið með nýju fólki og hvort það kemur eitthvað gott út úr því. Og hvað fjallað? Hvað það að fjalla í þáttunum? Það er bara mjög fjölbreytt. Þessi 6 fyrirtæki eru með mjög fjölbreytta starfsemi, við náum samt ekki að dekka held ég allan fjölbreytileikann. Þetta er allt frá stólaframleiðslu til próteinframleiðslu, leikjamiðstöðvar í tölvugeiranum og ýmislegt. Þetta er bara mjög fjölbreytt og skemmtilega verkefni. Þetta er náttúrulega að eiga það öll sameiginlegt að þetta er eitthvað nýtt. Þetta er eitthvað sem svona frumkvöðlar að brjótast fram með. Þátturinn sem við erum að gera núna, hann fjallar æsprotein sem að framleiða prótein úr þorskafskurði. Það er rosalega fjárfrekt og þeir hafa öfluga bakhjalla. En gæti líka skilað kannski 10-20 manna vinnustað hérna. Svo erum við að fjalla einstaklingsframtak þar sem að fólk að búa til listmuni og lítil fjölskylda í Miðfirði að búa til tölvuleikjamiðstöð bara upp undir Arnarvatnsheiði. Þannig að þetta er mjög misjafnt en svona það sem eiga sameiginlegt er þessi drifkraftur að vera frumkvöðlar og hafa þörf fyrir að skapa eitthvað nýtt. Kannski markmið með þessu fyrst og fremst er kannski að varpa sviðsljósun á þessi fyrirtæki og vekja athygli á þeim og kannski leið að veita öðrum innblástur. Kannski einhver sem hefur góða hugmynd og vill komin á framfæri. Það geti kannski lært eitthvað á þessum myndböndum og þessu fólki og fá hugrekki til að hrinda sínum framkvæmdum á stað. Við eigum líka aðeins eftir að ræða hvernig við ætlum að enda þetta á beinni útsendingu á netinu og þar ætlum við að fá ráðgjafa með okkur til að fara aðeins yfir helstu þætti sem að kannski þessi frumkvöðlar þurfa að pæla í og eiga þá sameiginlegt með öðrum frumkvöðlum. En við eigum alveg eftir að ákveða hvað við gerum svo því að kannski væri ekkert vitlaust að fylgja þeim eitthvað eftir bara í framtíðina. Feykir til dæmis tæki stöðuna á þessu eftir ár, hvernig það væri komið. En svo er vonandi einhver ávinningu fyrir þáttatekundirnar líka, bæði þessi ráðgjöf í lokin og síðan náttúrulega eignast þau kannski með þessu kynningarefni þar sem þetta er allt aðgengilegt á netinu og öllum opið. Vonandi læra þau líka eitthvað af þáttökunni í verkefninu. Já og líka kannski aðrir sem í þessum sporum. Bara hvet á til þess að fara inn á feiki.is og skoða þessa þætti og það hefur verið talað það í viðtölum að frumkvöðlar þyrftu að hafa meira samband sín á milli, kannski kemur eitthvað svoleiðis út úr þessu líka. Það er kannski líka rétt að taka fram að þetta er styrkt af uppbyggingasjóði Norðurlands vestra. Þetta verkefni okkar.
Ég held að þetta sé bara mjög gott innlegg inn í svona ímyndarvinnu svæðisins. Það er nefnilega sko, eins og ég segi, fréttaflutningur er dálítið einsleitur, dálítið mikið íþróttir og ef eitthvað kemur fyrir þá er það frétt. En svona þetta daglega líf það verður stundum út undan og við erum svona líka að gera þetta bara dálítið á persónulegu nótunum að við heimsækjum fólkið og spjöllum við það og svona reyna að gefa þessa mynd af bara venjulegu fólki sem er að gera góða hluti hérna á þessu svæði. Og á nógu að taka eða hvað? Já. Það er það. Við erum ekki að dekka, alls ekki að dekka alla frumkvöðla hérna. Þannig að hérna, hver veit nema við gerum bara næstu þáttaröð. Við erum búin með þessa.